eins og framkom hérna áðan, sumir eru frambjóðendur, aðrir eru jafnvel feður frambjóðenda og svo eru líka þeir sem eru frændur framsóknarmanna og næst á dagskrá er einmitt Sigríður Ólafsdóttir, bóndi í Vítastungu sem er notabenn frænka mín og þess vegna fær hún heldur rýmri ræðutíma en aðrir hér í dag. Og yfirskriftin á hennar erindi hvernig er hægt að lifa af yndisaðferði. Þetta er óbúslega falleg yfirskrift, þetta er svona eins og heiti á skáldsögu eftir Guðrúnu frá Lundi. Sigríður Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Góðan daginn, kæru ráðstefnugestir. Mig langar til að byrja á að þakka fyrir boðið að koma hingað að tala. Og þar sem að ég er sauðfjárbóndi þá ætla ég að tala sauðfjárræktina og mína sýn á hennar mál. Ég ætla að byrja á að varpa fram smá útskýringu á því hvað yndisorðið er. Ég nefnilega komst að því í vikuna að það eru alls ekki allir sem hafa heyrt þetta orð. Ég hélt að nota þetta orð allir. En þetta sem sagt bara spari orði yfir það þegar það er unnið við verk sem að skila viðkomandi hagnaði í formi ánægju og gleði. Ef ég fær aðeins yfir fortíðina þá hefur hingað til verið lítil vöruþróun og niður njörvað opinbert kerfi. Það hefur verið svolítið mikið einblínt á offramleiðslu í gegnum tíðina og það er alltaf notað orðið afsetning birgða þegar það er verið að tala að selja lambakjöt. Og ég ákvað að líta í orðabók og komast að því að afsetning þýðir að setja úr embætti eða afsala og þetta er samsagt frekar neikvætt orðs, eitthvað sem þarf að losna við. Í nútíðinni þá er það verðfall á afurðum, lokaði markaðir, erfið staða ungra bænda og erfið staða eldri bænda, fákeppni á smásölumarkaði og afsetning birgða er ennþá ofnotað orðalag. Og markaðir eru lokaðir bæði vegna aðstæðna erlendis og vegna aðgerðar íslenskra stjórnvalda sem að sauðfjárbændur höfðu ekkert að segja. Þeir sem hafa það semast verst eru ungi bændur sem eru margir nýbúnir að skuldsetja sig, en eldri bændur eru líka í vandræðum af því að þeir geta ekki selt sína jarðir. Fákeppni á smásölumarkaði virðist mér svo vera fíllinn í stofunni. Það vita allir af þessari fákeppni en afar fáir þora að minnast á hana opinberlega. Af hverju heldur fólk annars að hlutabréf í Högum hafi fallið við komu Costco? Afsetning birgða er enn í dag staðal orðanotkun. Og svo er þetta lúxus vandamál okkar Íslendinga, við eigum of mikið af mat og metum hann of lítils. Og ég á ákaflega erfitt með að skilja hvernig það getur verið í þeim heimi sem við búum í að það sé vandamál að eiga of mikið af mat. Þá er það framtíðin. Vöruþróun hefur ferðast hratt undanfarna mánuði og þar ber ekki hvað síst að nefna Costco áhrifin. Eins og maðurinn sagði þá er ég búin að vera sauðfjárbóndi í 25 ár og hef aldrei vitað annað eins. Það eru nú ekki mörg ár síðan ég fór að fylgjast með markaðssetningu að einhverju ráði, en það er fyrst í ár sem ég sé einhverja framþróun að gagni. Loksins eru komnar pakningar sem að passa fyrir fólki eins og mig, þar er fólk sem er ekki með fjölskyldu, vinnur fulla vinnunda úti og vill fljótlega mat til að henda í ofninn þegar heim er komið. Ég skil ekki alveg af hverju svína- og kjúklingabændur voru svona miklu fljótar að átta sig á því að vöruþróun skiptir máli. Og ég velti fyrir mig hvort það geti verið að afurðastöðvar sauðfjár hafi verið of vanar því að geta selt kjötið án erfiðis. Costco áhrifin eru svo einn þáttur af því að allt í einu birtist búð sem bað öðruvísi kjötskurð en hann vanur var og í kjölfari jókst sala á lambakjöti. Þessi áhrif hef ég heyrt að sé að skila sér í aðra búðir. Heilnæmið er svo annað mál sem að mér finnst að stjórnmálafólk mætti taka aðeins meira tillit til. Það er nefnilega staðreynd að sýklalyfjaónæmar bakteríur eru helsta heilbrigðisógn næstu ára og það er líka staðreynd að við erum betur sett en mörg önnur lönd þar sem hér er sýklalyfjanotkun í landbúnaði hverfandi. Stjórnmálamenn mættu þess vegna velta því fyrir sig hvort það geti ekki mögulega sparað eitthvað í heilbrigðiskerfi framtíðarinnar ef við spyrnum á móti innflutninga og kjöti uppfyllu af sýklalyfjum erlendis frá í dag. Það er mögulega til og mikilsmælst að ætlast til þess að stjórnmálamenn hugsi meira en 4 ár fram í tíman en ég ætla samt að kasta þessu fram hér. Og hvað þá 4 ár þegar kjörtímabilið er orðið 1 ár? Það er sennilega allt of mikið. Samstarf afurðastöðva er svo afar brýnt í það minnsta fyrir erlenda markaði. Það er bændum nefnilega ekki til hagsbóta ef að afurðastöðvar undirbjóða hver aðra á innanlandsmarkaði og það er neytendum ekki til hagsbóta ef að fyrrnefnd undirbúða verða til þess að rústa sauðfjárrækt á Íslandi.
Og vöruþróunin eins og áður sagði á réttri leið en tekur hins vegar of langan tíma og hér má sjá listað upp margt gott sem að gerast. Til dæmis þessar umbúðir frá Icelandic Lamb, það eru svipaðar umbúðir frá Norðlenska, lamba, bacon, lambastafi, losta lengjur og svo þessi fæðubótarefni úr Innmat sem að Pure Natura að þróa. Og velvilji stjórnvalda skiptir gríðarlegu máli og mér langar bara til að velta því upp hér hvað lambakjöt stór hluti af matseðlum í mötuneytum hins opinbera. Það svo hægt að samþætta sauðfjárræktina við ferðaþjónustu með ýmsum möguleikum. Það hefur vissulega ýmislegt verið gert, en það ýmislegt fleira sem hægt að gera. Ég sé fyrir mér að það sé hægt að markaðssetja göngur eða fjallferðir fyrir göngugarpa, en það vel þekkt að fólk ferðast allan heim bara til að hreyfa sig og af hverju ætti það ekki líka vera hægt hér. Lambaknús hlýtur svo bara að vera hægt að markaðssetja en það fátt yndislegra en að fá vota nebba heimaganga í hálsakotið. Réttir eru að því að mér skilst sér íslenskt fyrirbæri og væri hægt að gera miklu meira úr allt í kringu landið. Það þyrfti að sjálfsögðu að vera samráð við réttarstjóra hverju sinni til að dýravelferð væri höfð í heiðri, en það hins vegar eitthvað sem vel hægt að vinna með. Ýmsir bændur geta haft opið hús, alls konar samstarfi bændur eru í boði, tækifærin eru til staðar, við skulum nýta þau. Og þó að ég vilji nú einblína á sauðfjárræktina, enda hún mitt líf og yndi, þá ýmislegt sem hægt að stunda meðfram henni og hérna sjást á glæðrunni nokkrar hugmyndir. Til dæmis með því að spinna hátæknistörf inn í sauðfjárræktina með þessum fæðubótarefnum. Og svo rullubindi til dæmis gott dæmi samstarf búgreina, verktakar selja þjónustu til sauðfjárbænda og það skapar störf. Og hvað svo lykillinn á velgengni sveita? Það fyrst og fremst háhraðatenging og 3 fasa rafmagn. Það ásemst við allar búgreinar. Ég fékk háhraðatengingu í gegnum ljósleiðar í sumar og ég get ekki lýst í hversu mikill munur þetta Það kannski best að líkja þessu við samgöngur á landi, en munurinn hálfpartinn frá því að ferðast á hestvagni sem var gamla tengingin yfir í að ferðast með hraðlest. Ljósleiðarinn opnar þannig ýmsa möguleika til annarar vinnu, en markaðssetning vörunnar okkar þarf samt að vera númer 1, 2 og 3. Það á að vera hægt að lifa á sauðfjárrækt. Sömuleiðis þurfa fyrirtæki, bæði opinber og almenn, að vera opin fyrir því að færa störf út á land. Já, reyndar stundum erfitt með að skilja tregðuna hvað þetta varðar, þar sem að húsaleiga út á landi miklu lægri en í Reykjavík og ættu fyrirtæki þá að geta sparað sér einhverja peninga með því. Svo það yndisarðurinn blessaður og hann það sem ekki má gleyma. Hann borgar ekki reikninga en hann skiptir samt gífurlegu máli. Yndisarðurinn ástæðan fyrir því að svona margt ungt fólk vill hefja búskap og það erfitt að lýsa því hversu dásamlegt það að vera hluti af hinni íslensku náttúru, yrkja landið og sinna dýrunum. Sumt verður einfaldlega ekki metið til fjár og svo sannarlega fellur yndisarður sauðfjárbúskapar undir það. Niðurstaða þessara spurningar sem var í titlinum á erindinu mínu sem sagt að yndisarður verður víst ekki í askanum látinn, en hann hins vegar ástæða þess að bændur leita allra leiða til að lifa af. Og þannig yndisarðurinn stór áhrifavaldur í því að sveitir landsins eru ennþá í byggð þó þetta mikið. Og þó að yndisarðurinn skili ekki beinhörnum peningu þá til ýmsar leiðir til að búreksturinn geti einnig skila fjárhagslegum arði. Það þarf að útbúa opinbert umhverfi þannig að bændur hafi tækifæri til að bjarga sig sjálfir. Bændur nefnilega nokkuð úrræðagóðir og lausnamiðaðir og það myndi hjálpa þeim gríðarlega mikið til framtíðar ef opinber umræða myndi hætta að tala þá niður. Takk fyrir mig.